Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu í spjall efnahagsmál, fjármál. Ég heiti Oddný Eir og hef fengið til mín svona helsta sérfræðing í gagnrýni umræðu fjármál. Það Ásgeir Brynjar Torfason, hagfræðingur, fjármála sérfræðingur stundum kallaður og ritstjóri Vísbendingar. Þú ert nú verið svona ósynkur á, þú er komið ansi oft hérna að Rauða borðinu og útskýrt fyrir okkur svona flókin efnahagsleg vandamál og líka varst í fararbroddi í gagnrýni á Íslandsbankasöluna. Núna langaði mig til að spyrja þig svona bara rétt fyrir kosningar hvernig þér lítist á þessa umræðu eða umræðuleysi sem hefur verið í gangi svona þessi efnahagsmál, þar sem var talað að kosningarnar snerust helst efnahagsmál. En svo hefur manni fundist vera eitthvað aðeins eitthvað minna raunverulega umræðu efnahagsmál, eða hvað segir þú? Já, þetta spilast náttúrulega inn í tímasetningin, ástandið, en líka kosningarnar í Bandaríkjunum og svo búið að vera bara mjög mikið að halda því á lofti þessu gamla fræga slagorði ráðuneytisstjóra Clintons í kosningabaráttunni hans, It's the economy stupid, að það í raun og veru staðan í hagkerfinu sem ræður því hvernig fólk kýs og það var svolítið svona fyrsta greiningin eftir kosningarnar í Bandaríkjunum að þetta hefði verið farið svona út af því ástandi en það samt flóknara en það er hættulegt að vera í einföldu skýringunum núna því að í raun og veru var efnahagsstefnan hjá Biden búin að takast ótrúlega vel með ótrúlega margt og verðbólgan var í raun og veru komin niður hún rétt rúmlega 2% í Bandaríkjunum en ef að fólki finnst það ekki vera farið að hafa betra að það man eftir hækkuninni þar í matarverðinu og í húsnæðiskostnaðinum að þá finnst því það ekki hafa fengið eins mikið út úr tímabilinu með Biden eins og það fékk þegar Trump sendið þeim heim tjekka og í COVID en þetta samt í raun og veru ef maður svona að reyna að skilja hennan heim og þessi flókni heimur við erum að ennþá að kljást við afleiðingar fjármálahrunsins og ég held að það birtist hér í kosningunum líka og þetta nú bara úr nýlegri Bloomberg-grein þannig að þetta orðin alveg út í heimi viðurkennt og ef maður skoðar söguna þegar að kreppan mikla var 1929 að þá tók það 8, 10, 12 ár allar breytingarnar í framhaldinu af því til að endurgera kerfin eftir því mikla sjokk og við lifum síðan við Keynesismann eftir það og svo hann var eiginlega næsti svona brottskurðpunktur 1971 þegar Nixon tekur dollaran af gullfæti og þá tók það aftur 8-10 eftir hvernig maður skilgreina alveg rúman áratug að breyta kerfinu fylla yfir í svona hið frídmanníska kerfi það sem við höfum líka kallað nýfrjálshyggju eða Reagan-Thatcher tímabilið sem að síðan hrynur í hruninu eða við fjármálahruninu en breytingarnar af því eru ennþá í raun og veru að svona frumgerast og Bush sagði hann í nóvember 2008 þetta snýst ekki að endurgera kapitalíska kerfið heldur bara við þurfum að laga þessi göt sem komu á það og nú vitna ég aftur bara í Bloomberg-grein ekki einhverja öfgakennda túlkun á hagsögunni að núna engin sem trúir þeirri kenningu lengur. Kannski einhverjir einangraðir aðilar hérlendis en út í einu stóra heimi þá og það sést í kosningunum. Repúblikanar trúi ekki einu sinni lengur á það. Á það að það sé nóg að stoppa upp í göttin? Nei, og þeir eru í raun og veru farnir að vinna gegn ýmsum þáttum hins kapitalíska kerfis, setja upp varnar, tollmúra og svona verja þjóðlega framleiðslu
Þeir stóðu fyrir þessum gífurlegu útgjöldum úr ríkissjóði þegar Trump fekk að undirrita ávísanirnar til fólks í öll útgjöldin í hernaðar uppbygginguna og það svona, þetta hálfgerð svona merkantilismi að sem sagt hvert land byggi nú bara upp sinn iðnað og þeir fara þá í mikinn hallarekstur og það sem nýtt í því núna hins vegar og sem við erum að fara að sjá á næsta ári að það þetta tækni bræðurnir eða milljarðamæringarnir úr tækniheiminum sem kom inn og raun og veru bara taka yfir mótun og hönnun ríkisstjórnarinnar hjá Trumps og ætla að fara í blóðugan niðurskurða uppsagnir á opinberum starfsmönnum og þess að ég meina í heilbrigðiskerfinu líka. En ég var nú að lesa nýlega grein í Atlantic að djúpríkið að það sé í raun og veru til og svo það útskýrt að þeir hafa nú svolítið verið að nota það þessir Trumpistannir en djúpríkið í Bandaríkjunum í þessar reynir í raun og veru það bara að embættismenn í þessum eftirlitsstofnunum með fæðuöryggi og lyfjaðina og þess það ekki hægt að segja þeim upp. Það byggir á vísindalegum ferlum allt þeirra starf þannig að þeim mun ekki takast með þessum Kennedy ráðherra sem ætlaði að fara að taka til þarna og leggja niður sumar af þessum stofnunum. Það mun ekki vera hægt að því kerfið í raun og veru það sterkt og það innbyggt í kerfið að það geti ekki einhver einn maður komið inn og skemmta. Þannig að það nú svona allavega einhverjar góðar fréttir en þetta mjög mikið verið að skrifa núna fram í janúar því það náttúrulega leikur svolítið á reiði skjálfi þjóðfélagið í Bandaríkjunum. Þetta var náttúrulega rétt helmingur pluss mínus sem var þessi sveifla og núna að fara að koma þar allt annars konar Trump tímabil heldur en síðast en að hluta til kemur það út úr efnahagsvandanum þar sem að jável með demókratunum tókst ekki heldur fyllilega eða Bidenomics hagfræðinans Biden hefði þurft lengri tíma til að ná fullri virkni og innleiðni að þá þegar að fólk býr við óttan af annarkvort afkomuröryggi eða núna eins og var núna atvinnuleysis ógnina í raun og veru sem var frekar heldur en að því verðbólgógnin var búin að þá þægilegra að hlaupa í faðum einhverja svona einfaldra skilaboða sem einhverjir öflugir raddsterkir kallar geta borið fram og já. En ekki svolítið endurómur af þessu finnst mér í kosningabaráttunni bara að það þessar svona lausnir einhverjar tölur, einhverjar vaxtabætur og bætur og einhverjar styrki eða svona það einhvern veginn og svo uppsagnir, það að segja upp og sparnaður og svoleiðis í kerfinu að vera þessi duglegi og hagsýni húsbóndi og hagsýna húsmóður kannski en raunverulega þorir enginn að tala þær breytingar kannski sem þarf að ganga í, raunverulega breytingar en nú ég að vísa í einmitt orð Gunnars Smára sem að tala sósíalismann sem kannski eini flokkur sem þorir bara að tala að það þurfi að hækka skatta á langefstu þess algjöra auðhringi og bara þetta litla prósent sem ekki greiðir núna sanngjarnt til sólis að hinir séu raunverulega með sem að kalla kannski svona popúlisma að segja að vera að lofa miklum efnahagslegum breytingum og bóta án þess að nokkuð tíman segja hvað á að gera til þess að ná því nema bara svona, hér á aðeins að taka til og svona, hvað finnst þér þetta? Jú, þetta kom ágætlega fram, þeir voru Óli Harðar og Bogi á sunnudaginn hér en síðan var í gærmorgun á morgunútvarpinu Rás 2 Ólafur Harðar aftur að tala Laffer-kurvuna sem hann segir þar að enginn trúi lengur á sem að þú getur í raun og veru með kurvan felst í því að ef þú hækkar skatta á mikið þá munir draga saman og grundvöldurinn að þú getur lækkað skatta á fólk og það munir skapa meiri tekjur í ríkissjóðs og þetta
og hann segir það og svo fá þau í morgunútvarpinu Rás 2 hérna, fyrsta sinn sem ég heyri hagfræðin koma úr akademíunni inn í umræðunum pólitíkina. Þeir hafa verið alveg þöglir nema ég einstaklega sinnum hér en sko það eins og að þrátt fyrir að efnahagsmálin séu stærsta mál í kosningunum þá heyrist ekki mikið í sko sérfræðingum nema svo halda samtök atvinnulífsins, samtök innanins svona fundi með frambjóðendunum og streyma því og svona lobbyera fram sína spurningar þar en það ekki mikil greining í sumum löndum er sérstakar annarkvort fjármálaráð eða stofnanir eða hugveitur sem reikna út fyrir kosningalofvörðin, hvað þau kosta og hvað það þýði í þá skattahækkanir sem þarf til að standa undir lofvörðum. Og bara sjá í gegnum að sakna það svo að það sé ekki einhverjir sérfræðingar eða hagfræðingar sem taka þetta slagorð til dæmis sjálfstæðisflokksins að lækka skatta að bara fari ofan í saumana að þið byrju lækka skatta á hverja það náttúrulega bara ákveð við vitum það í framkvæmdinni þá í raun verið að hækka skatta á þá sem að minnst hafa, sagan sýnir það og hvers vegna skildum við þá trúa því aftur og aftur þessum ótrúlega áróðri lækkun skatta mér finnst þetta með ólíkindum á þessu stutta tíma hvað maður hefur heyrt þetta aftur og aftur þetta með þessa skattamál og þetta eiginlega sko kristallinast enn skýrar núna af því að þetta svo mikilvægt mál núna, fólk að finna svo fyrir því þannig að máli á dagskrá, húsnæðiskrísan og efnahagsmál en dagskráin ósköp þunn og það var nú eiginlega bara niðurstaðan frá Arnaldur Sölvi var þannig í morgunútvarpinu morgun og þau spurðu bara beint fólki í morgunútvarpinu sko, þetta hægt með vinstri velferð hægri hagstjórn sem Viðreisn lofar og sko í raun og veru sagðan það nánast nei, það gengur ekki upp sko, ég meina þú verður einhvern veginn að standa undir því ef þú ætlar að gera meira og þetta svolítið óábyrgt því þá fara allir finnst manni í það að geta sagt og það hljómar voða vel þegar Inga segist að ætla að hækka upp í 450.000 og gera það skattlaust sko. en byttu nú við sko, hvernig, það verður þá ef þú segir A þá verður að koma B sko, að því að hvernig á að gera það til að sé hægt að innleiða það og það hinir þurfa að vita það líka sko, sem að eru þá og hvar það verður sett þannig að þetta og salan á ríkiseignum líka eins og Viðreisn náttúrulega hefur talað bara að halda áfram með sölun og Íslandsbanka og selja fleiri ríkiseignir og það finnst manni líka dálítið sérstakt að það séu þá svona margir að því man ekki betur en að það hefur verið mjög margir sem voru á móti í samkvæmt könnunum allavega sölun og Íslandsbanka en hvernig það næra að vera í einhverju öðru samhengi þá núna eins og það sé eitthvað jákvætt bara að losa sig við og ég tók eftir að hún Þorgerður Katrín sagðist þó ekki ætla að selja Landsvirkjun og þá fór ég strax að hugsa býttunum hún getur selt báða bankana þá Landsbankan líka en þarna vantar aftur talnagreiningu og sko ef það á að gera mjög margt þá þarf að selja mjög mikið en þá var það eiginlega það sem ég svona við hraða yfirferð mér datt í hug að því að varaformann þeim flokki nú sko í stjórn fasteignafélags Háskólans, það sem búið að setja allar eignir Háskólans sem hafa nú verið byggðar fyrir happdrættisfé, þar að segja spila fíkla skatturinn sem nýttur hefur verið til að byggja upp háskólabyggingarnar sem eru mjög vel byggðar byggingar og vel við haldið og gott eignasafn en ef það á að selja það til fjárfesta og leigja tilbaka að þá bætir það skuldastöðuna núna eða þú færð pening inn í ríkissjóð til að gera sumt af velferðin sem þú vilt gera en það þýðir hins vegar að það mun vera leigugreiðslur til framtíðar sem ósköp lítið og einfalt reiknistæmi og vitað og viðkennt að dýrara fyrir ríkissjóð að borga leiguna og ávöxtun og eigið af fjárfestunum sem að munu eignast eignina. Þannig að þetta nú svona ansi hreint, hvað maður að segja, kannski á maður að gefa eitthvað
einhver afsökun fyrir það að búa svo hratt í kosningarna og það allir að reyna að gera í flýti einhver ábyrga útreikninga og það einmitt það sem gerist í krísum og við áttum nú að hafa lært af hruninu að það kannski dýrara að ætla að fara að selja fjölskyldusilfrið eða til að lifa af veturinn þannig að sko að þarna vantar aðeins upp á svona einhvern veginn langtíma sýn á hvernig þetta samfélag á að byggjast upp, eflast og það svo mikið af talna óreiðu í málum. Einn vandinn nú bara tölunar frá Hagstofun alltaf verið að leiðrétta þær sko, þannig að við erum með grunninn óvissan og síðan skilningurinn á tölunum bara allt of veikur þykir mér hjá þessum stjórnmálamönnum, ráðherrum eða þingmönnum að það sko bara skilningur á bókhaldi að þetta, þú getur ekki fixa þetta eða triksa þetta, þú getur ekki sagt ég ætla að hækka upp í 450 fyrir alla og skattfrjáls nema að þú sért á búin að gera útreikningu og greiningu og það mun kosta svona marga milljarða og til þess verður aflað peninga svona eða svona, þú veist, og það dugar ekki að selja einu sinni eitthvað til að borga það nema náttúrulega þú ætlar að lækka skuldir með þeirri sölu og nýta vaxtagreiðslunar þá í peningin sem fyrir vaxtagreiðslunar í þetta, en hins vegar bendi ég þá á að hávaxtastefnan sem að hefur nú ekki mátt gagnrýna almennt í opinberri umræðu og nema hér við rauðaborðið að hún náttúrulega valda þessum gífurlega háa vaxtakostnaði hjá ríkinu yfir 100 milljarða í vaxtagreiðslu. Það er aftur greiðsla til fjármagnseiganda fyrir lánin og það í raun og veru punkturinn ég tók með mér hérna nýjasta samhengisblaðið þar sem viðtal við Klöru Mattei sem var hérna í fyrir haust og náttúrulega ekki boðið til landsins á vegum háskólana, heldur það verkalýðsfélag sem fær hana til landsins og hún hefur gefið út bók fyrir 2 árum að koma núna prófessor í Bandaríkjunum frá Ítalíu uppálega niðurskurðarhyggjuna eða austerityð og það mjög mikilvægt að það snýr ekki bara að niðurskurði í ríkisútgjöldum. Austerityð eða sveltistefnan sem önnur tíðing á því þríþætt og þetta hérna sko, eitt aðhaldið í útgjöldunum eða hafa taumhald á að flæði ekki mikið út en síðan það peningaleg niðurskurðarhyggja líka, þar að segja það hávaxta stefna sem snýra því að færa fjármagnseigendunum góðan arð eða ávöxtun á sína eign og síðan það vinnumarkaðs aðhaldið líka, þar að segja að veikja styrk verkalýðsfélaga, sjá til þess að vinnuaflið sé svona eins og hvert annað hráefni sem hægt að fá sem ódýrast og sé til nóg af því á lager, þar að segja að halda uppi ákveðnu atvinnuleysi. Það nú alveg mjög merkilegt í umræðinu hérna núna fyrir þessa kosninga til dæmis að atvinnuleysi fór úr 2,5% í 5% mánaðamótin október-nóvember sem það tvöfaldaðist atvinnuleysi í landinu og þetta kemur ekki í fréttum á RÚV eða inn í umræðunum kosningar. Maður bara aldrei heyrt, ég hef ekki heyrt það. Og þetta væri svona forsíðu fyrirsögn í evrópskum löndum, skilur við. Nú erum við heldur betur komin í hérna efnahagslegar þrengingar og meira segja hagvöxturinn komin niður í 0, sko. Og þetta bara svona jákvæðar fréttir hér að því þetta hjálpar okkur við að ná niður verðbólgunni en ég myndi nú hafa ef ég væri að ráðleggja einhverjum hérna frambjóðendum sem eru tilvonandi efnahags- eða fjármálaráðherrar eða ríkisstjórn sem á að stýra efnahagsmálum á næsta ári að þetta lítur nú bara svolítið dökkt út og hérna það þarf að takast á við það og ef maður hugsar þetta ekki svolítið úrælt fyrir ekki? Þú nefndir þetta þríþætt raunverulega og hvað heitir þetta, hvað kallaðist hún? Austerityð, sveltistefna eða niðurskurðarhyggja. Niðurskurðarhyggjan, já. Og hún ekki eiginlega bara svolítið algeng og hún ekki búin að vera rekin hérna þá í svolítið mörg ár á þessu þríþætta hátt? Jú, það hefur náttúrulega verið að reyna að ef maður á að greina þessi síðustu 7 ár þessara ríkisstjórnar sem að fara frá að þá var náttúrulega
vinstri hlutin í henni að reyna að vinna gegn raunverulegum niðurskurði og það var hérna bætt í og ef maður hlustar á kappræðarnar í gærkvöldi heimildinni eða aðrar að þá eru þau sem kom úr stjórnarflokkunum að svona reyna að koma því á framfæri sem þau hafi þó gert og aukið, það verið að byggja nýjan spítala og það er aukið í útgjöld til heilbrigðismálana mjög mikið en það í launakostnað líka, þess að byggja nýjan spítala og launakostnað og ef þú leiðréttir það fyrir bara verðbólgu eða kjarabótum sem eru ekkert rosalega miklar umfram verðhækkanirnar þá er ekki mikið búið að vera að bæta í kerfið en þetta og svo kemur þannig aftur talnaleikurinn að stundum eru svona tölur mældar sem sko hlutfall af landsframleiðslunni af stærðinni. Þú getur aukið mjög mikið en í krónum ef þú horfir á þær bæði þá hækkana hlutin sem gerir það minna en síðan líka ef að þú ert að stækka efnahagslíf landsins mjög mikið þá þarftu að skoða sko fyrir hlutfallið af heildinni sem fer í heilbrigðismálinu og það vissulega búið að aukast alveg rétt og fer að hluta til í að byggja upp spítalann en þá vantar þriðja talnaliðin og þetta þú veist, þetta hljómar kannski flókin en þetta í raun og veru ekki flókin starffræði af því að af hverju búið að vera svona mikil hagvöxtur og öllum finnst hann góður og það auðvelt að stýra ríkinu og ríkissjóði þegar þú ert með hagvöxt það bara flæðir meir inn. En ef þú tekur þessar tölur og þennan vöxt niður á haus, sem sagt íbúafjölda, því hann búinn að vera að vaxa svo gífurlega mikið líka, að þá eru við leyfi ég mér að segja svona aftan og servéttu rétt fyrir kosningar út í raun og veru ekki búin að vera að bæta mikið í neitt af neinu leiti sko, mjög litlu leiti þar að segja við höfum rétt svo náð með þessum auknu útgjöldum í hinn og þessa liði að vera að halda í við mannfjöldavöxtin og halda í við verðhækkanir og þess vegna sjáum við líka bara eins og úttektin sem byrjaði heimildin í síðasta föstudag og í podcastinu á Vettvangi sem kemur þáttur númer 2 núna á föstudaginu, ég get ekki beðið eftir að því þá Jóhannes K.R. Kristjánsson búinn að vera í 3 mánuði inn á bráðamóttökunni og fylgjast með ástandinu þar fyrir innan veggina að þar fólk búið að vera að hlaupa hraðar og tróða inn fólki inn í skápa og ganga og verið að tilkynna fólki jafnvel sko hérna lífshættulega sjúkdóma í gangi, hotni, gamalt fólk sem liggur þarna uppi í þú veist 3-4 sólarhringa undir flúrusendljósum sko þetta eru aðfarir eins og voru notaðar í sko fangelsinu, Guðmundar og Geirfinnsmálinu til að gera fólk hálf klikkað í ómannúðlegum fangelsisaðstæðum og þannig liggur gamalt fólk sem kannski bara sörnar sko hrakar af því það fær ekki sinn eðlilega góða svefn af því það ekki búið að byggja hjúkrunarheimili til þess að taka við fólkinu sem þarf að fara út til þess að flæðið úr þessari fyrstu verksmiðju spítalans bara á brúninni að sko falla í eitthvað mjög slæmt ástand og þetta svona birtingamynd held ég á að það hefur ekki tekist að byggja upp að því að auðvitað þessi bráðamóttaka nýttist okkur þegar við vorum 200.000 eða þegar við vorum unglingar 250.000 og við erum að verða 400.000 og það ekki eins og við séum búin að byggja aðra bráðamóttöku einhvers annars staðar. Það bara tróði meira á hraða. Það kemur þannig inn manneskja á 7 mínútna fresti allan sólarhringinn, alla daga ársins. Og það sko, ég veit ekki hvað búið að vera margar kosningar sem búið að vera að tala þennan fráflæðivanda hjúkrunarheimili það tala svona, jú, það smá fráflæðisvandi og svo úr kappræðunum í gær þá kom þetta upp að þá var þetta eins og að hægri vængurinn hefði viljað láta byggja þessi hjúkrunarheimili af einkaaðilum því það hefði nú verið betra heldur en og það mætti ekki vera ríkið sem að væri að setja steinstöp í að byggja hjúkrunarheimili og vegna þá þessa sko hvort sem á þessum 7 árum og hefur náttúrulega verið miklu lengur því þetta alveg búið að liggja fyrir í áratugi að öldrun þjóðarinnar fjölgun eldra fólks fyrirliggjandi, þú veist alveg sko
bara út frá fæðingartölum að það mun eftir 60 ár, 70 ár vera hérna og það eins og við getum ekki sko tekist á við þetta út af einhverju innra rifrildi við ríkisstjórnarborðum hvort að það eigi að vera einkaaðili sem fá að byggja hjúkrunarheimili eða ekki. Já. Og svo reyndar þegar það er búið að hleypa því að þá byrjar rifrildi einkaaðilinn sem fekk að byggja það er svo dýrt að reka það, hann þarf að fá meiri pening úr ríkissjóði til að borga fólkinu sem á að vinna þar. En þetta er eins og þetta sé, þetta er eins og tilraun, efnahagsleg tilraun sem er búin að vera í gangi, ég veit ekki hvað mörg ár þá. En mann finnst þess að það sé bara svona mörgum ljóst að hún hafi misheppnast. Þetta sé, ef að einhverjir væri komin til þess að gera bara skýrslu núna, eins og var að gera eftir hrun, þá hefur þetta misheppnast, en það sem hefur ekki misheppnast, það er eins og sko, flokkarnir hafa ekki náð að endurnýja hugmyndafræði sína, allavega fæstir sko, en það hefur en sko, áróðursbyrsturum flokkana hefur algjörlega heppnast að uppfæra eða uppdeita eitthvað svona slangur og líng finnst mér, af því það fer inn í þetta rugling að nota tölur, nota upplýsingar og gefa okkur svona þá fölsku vísbendingu að þetta sé allt í góðum höndum og það séu sérfræðingar og Vilhjálmur Árnason þú birtir í vísbendingu grein eftir Vilhjálmur Árnason heimspeking kennar okkar gamla þetta sem sagt, er það ekki þegar að verða að nota einhvers konar sérfræðiþekkingu á pínulegt á fölskum forsendum eða hvað? Já, hann er náttúrulega þar að fjallum þetta er mjög góð grein vönduð og hún er sko þykk marglaga þar sé hann er að fjalla siðfræðina sem sko sérfræðinga í siðfræði og siðareglur hvernig að það sé ekki hægt að kalla til siðfræði sérfræðing sem segir hvað er rétt eða ránt eða hvað þú er að gera ef þú ert í ríkisstjórn eða í stjórnunarstöðu og vísar í gamla grein eftir Mike sem birtist í vísbendingu líka 87 en hann er síðan að fara líka yfir hrunið og siðfræðiskísluna eða viðaukan við rannsóknarskíslu Alþingis siðfræðið í stjórnmálunum sem er mjög viðeigandi að eins út frá þessu stóra svæði sem ég er að tala þessa umbyltingatíma sem við erum ennþá að lifa eftir hreitunar og ekki bara eftir hreitunar á hruninu, það er líka að koma út ævisögur og ég var að rita inn að Geir Haarde þannig að þetta hangir allt svolítið svona saman en í grunninn og botninn tengist að það er ekki búið að endurskoða hugmyndafræðin sem liggur til grundvallar og jafnvel þó að repúblikanaflokkurinn út í Bandaríkjunum með Trump sé búin að sjá í gegnum það og staðfesta og viðurkenna að það er nú ekki sko byggjandi á því kerfi sem að hrundi þar en svona lifði áfram vegna þess að Seðlabankarnir pumpuðu út peningum eftir hrun og það fór til eigna mikils fólks og það skapaði hinn populíska vanda þeirra sem lendi í þrengingum og þannig er Trump kosinn sem er bara alveg eins og í fyrri tímabilinu sögunar þegar svona áfall gerist, verðbólga kemur og einhver síðan populískur er kosinn og við lendum í vandanum þannig að það er svona þessuna sem að sko ég held að En er ekki líka svolítið, þú talar talna og misbeitingu eða ekki misbeitingu allan þegar að svona upplýsingar eru teknar úr samhengi. Eins og það verið að tala náttúrulega við fáum alltaf yfir okkur einmitt þessar þetta sé hagvöxtur og þessi flæði fjármagni inn og í gegnum ferðamennskuna til dæmis og í gegnum sjávarútveginn og svoleiðis tölur en einhvern veginn eins og fylgir ekki alveg sögunni sko að til dæmis í sjávarútveginum þá sé það náttúrulega bara nokkrar fjölskyldur í Íslandi sem að fái það og það gangi í arf og til dæmis í ferðamennskunni virðist að vera þannig að það séu mest bara erlend stórfyrirtæki og innlend stórfyrirtæki sem að fái þennan arð og bankan í þessu flæði öllu þá eru náttúrulega fréttir bara alveg skamlust þessar arðgreiðslur bankana og einhvern veginn en hvar við höfum ekki alveg bara
tólin í höndum til að spyrja og hvað svo og eigum við í alvörun að trúa því að þetta sé jákvætt? Já, sko nákvæmlega, það sko ég meina bara þegar þetta hræðilega slys verður upp á jökli, það sem verið að þá kemur ljósa jöklaskoðunar, hellaskoðunarferðir að velta einhverjum 7 eða 11 milljörðum ári, einhver 400.000 manns af þessum 2,5 milljón ferðamanna sem kominga fara í svona og þetta einhvern veginn bara maður misti á þessu, ég reyndar hafi tekið eftir þess, ég fór upp á Sólheimajökul fyrir nokkru árum þegar ég keyrði framhjá og það var bara svona þrep og það voru raðir af fólki, þá hafði ég svona séð maður var einn þarna í æsku þegar maður labbaði upp kannski með einhverjum 2-3 og þannig komin einhver nýriðinaður og svo verður eitthvað svona hræðilegur atburður og þá séum að þetta milliardaðinaður sem og það svo einhver lítil stjórn í Vatnajökulsþjóðgarði sem að reyna að gera eitthvað en þú veist, þetta bara svona eins og það hefði verið eitthvað hafnarvörðurinn Raufarhöfn að reyna að setja á eitthvað stýringu á aflamarki togarana sem væru allt í einu komnir þú veist og hann að vinna í einhverju vikt sko þú veist að þetta algjörlega bjöguð sko atvinnustefna sem ekki til og hún hefur byggst á þessu laissez-faire hugmyndafræði sem að sko láta markaðinn bara það. Já og sleppa öllu lausu og setja svo kannski smá reglur ef að þarf af því að það þurfi þetta frelsi og ég meina lönd eru ekki að gera þetta ég meina það sem að Trump og Biden hafa verið að gera iðnaðarstefna í Bandaríkjunum sem snýr að því að sko ríki styrkja uppbyggingu á örgjörfum eða rafmagnsbílum og hinn og þessu þú veist það beinlínis búið að vera í áratug núna endur uppvakning sko iðnaðarstefnunar eða atvinnustefnu sem hefur bara verið bannorð hér á landi því að hér trúum við ennþá á að laissez-faire í framhaldi af sko Laffer-kurfunni og láta bara fjárfestanum þetta og svo náttúrulega eins og Sjálfstæðisflokkurinn að tala um þessa nýsköpunarstyrki og komið til mín í spjall svona forstöðu fólk menningarstofnana, helstu menningarstofnana sem hafa lögbundið hlutverk á Íslandi og gætur sinnt miklu sko svona meira ríkulegra samfélagslegu hlutverki en þar kemur sveltistefnan bitnar mjög á þessum stofnunum sem þurfa líka að gera greið fyrir þetta hverju krónu og allt í lagi með það og svoleiðis en voru að nefna til dæmis að svona þessi stóru nýsköpunarstyrkir færi með til Samherja og annar einhverju stórfyrirtæki sem þyrftu kannski ekki eins mikið að gera greið fyrir og maður sæi ekki eins, þú veist þannig að það er líka bara að þessi trú á að stærstu og frekustu að þeir muni einhvern veginn láta okkur fá og auðvitað hafa Samherjar kostað einhverja fótboltavelliða treyjur og alls konar sko, sem líka ruglar myndina en við ekki Íslendingar þá sko í hvaða ef við erum sko verri en Trump eða sem ef þá eru okkar stjórnvöld eiginlega meiri Trumpistar en Trump og við erum svona í mestri frjálshyggju trú veistu með eitthvað land í heiminum sem Nei, sko þetta við erum sko ég hef stundum notað þetta velferðaríki kapitalsins að því við erum með verðtryggingunni ofanálag sko og svo tryggjum við sko ávöxtunina stöðugt og erum með þessa ofurmiklu trú á markaðslausninar í raun og veru alveg sama þó þær hafi sýnt fram á húsnæðismarkaðnum, þær hafi ekki skaffað nú á húsnæði á hjúkrunarheimilamarkaðnum að þær eru ekki búin að byggja upp þú veist en síðan sko út frá hinu sem varst að tala sko meiri sé að menningarstofnunum sko niðurskurðarhyggjan birtist í að það sko skert klukkutíma helgar sundlaugaropnunin þannig að það sem ég finn nú stundum í sundakvöldinu það er fullt á unglingum þannig að þau eru rekin upp úr 9 í staðin fyrir 10 menn ég hefði lagt til byrja okkur hafi ekki opið til 11 en í staðin svo opnar einhver veipsjoppa, einhverja setustofu eða snus söluaðili opnar einhver þangað sem unglingarnir geta þá bara farið beint og borgað í aðgangi með því að kaupa sér nikótínpúða og við erum búin að gera það að nikótínfíklum og taugakerfi þeirra sem að þroskast þú veist, að því þetta markaðslausn En ég veit þetta er svo óheðalegt að segja
ef þú ert að gagnrýna þetta, þá segir hægri flokkarnir, við ætlum ekki að fara að skipta okkur á því hvað unga fólki gerir. Nei. Það má bara alveg fá sér nikótínpúða, við ætlum ekki að fara að stjórnast og í því. Já. En raunverulega eru þeir búnir að stjórna þessu öllu. Það eru þeir sem, þannig að þeir þykjast ekki vera með stjórnvaldsaðgerðir, en þessi markaðshyggja er náttúrulega stjórnvaldsaðgerð ofboðslegst, er það ekki? Jú, og ég man meira sem bara talandi sko þingið, að því það var nú hinn punkturinn úr þannig þegar ég var með greinar frá Villa, sko, að þegar að það átti að reyna að setja lög á þinginum að banna að selja þetta í barnalituðum umbúðum fremst í búðinni, að þá þurftu innflytjendurnir að fá aðlögunartíma og ég bara sá tölurnar fóru 6 tonnum upp í 600 tonn af þessu eitri á einhverjum örfáum árum, en svo ef það átti að hemja aðeins hvernig þeir mættu selja þetta og að þá þurftu þeir að fá sko 3 ára svona milda aðlögun að því harða regluverki sko, svo að tekjunar þeirra myndu nú ekki falla of hratt, eða þeir getur þá brugðist við og opna þessar setustofur fyrir 16 eða 18 ára unglinga til að prófa. En þessi tvískinnungsháttur sko, held ég að svona flestir ekki bara alveg lægstu stéttirnar á Íslandi, heldur líka millistéttin hefur búin að sjá hver mjög mikill munur á hvað hörð eftirfylgni eftir skattheimtu. Já. En á meðan að eftirlit með skatta undanskotum þeirra sem að mest hefur náttúrulega er bannorð. Það má ekki sem sagt hafa eftirlit með því, en það virðist vera gott eftirlit með þeim sem að hafa minni tekjur. Er þetta ekki svolítið? Jú, þetta í raun og veru einn ángin af þessari austeritynu eða niðurskurðar eða aðhaldshyggjunni með að passa á svona stöðum til að halda niðri og sko það í raun og veru sko það eiginlega punkturinn eins og áðan með að reyna að halda fólki sem vinnuafli sem sko auðlind til að nýta og það sama eins og með hálendi sem vorum að tala áðan, að þú veist af hverju enginn að tala sko hálendis þjóðgarðsfrumvarpi komst ekki í gegn og af hverju heldur fólk að það sé? Ég meina það var einhver ágreiningur í ríkisstjórn, einn vinstri flokkurinn vildi það en hinn augljóslega ekki og til hvers haldið að það sé? Augljóslega til að byggja upp hótel á hálendinu, vindmyllur og eitthvað til að enga aðilarnir fái aðgang til að græða uppi á hálendinu okkar til að efla þennan hagvöxt sem fleiri túristum og að það megi ekki setja svona hömlur frá ríkisins hálfu á það hvað eigi og megi. Meðan að samhliða erum við kannski að sko skemma dýrmætustu, verðmætustu auðlindin okkar. Þetta er eins og að það væri upp í Árnastofnunina þegar var að opna sýninguna, að það væri sko frá hægrisins hálfu, það má nú ekki vera að setja gler yfir handritin og svona grindverk í kringum þau, að því fólk verður að hafa frelsi til að fletta í handritunum, þó að þau kannski þá rífi aðeins þannig eina síðu úr eddubók. Þetta er algjörlega stórfurðuleg hugmyndafræði hvernig sko atvinnuuppbygging fer fram í síðum þjóðfélögum og hvernig efnahagsuppbygging skilar sér í samfélagsuppbyggingu. Það er eins og við höfum bara ekki einu sinni vilja ræða það að ferðamanniðinnan sem fær okkur mikinn hagvöxt og erlendar tekjur að við viljum einhvern veginn ná að gera hann án þess að þurfa að byggja sko húsnæði eða skóla eða íslensku nám fyrir erlenda fyrir að fólkið, og svo þannig að þú veist, þetta er En hvað heitir þá þetta ef þetta er svona sem að, við segjum svolítið gildislega þetta sé úrelt þessi aðhaldsstefna hvað heitir þá valkosturinn? Er einhver valkostur komin fram sko? Sko, það er nú fer ég aftur út til Bandaríkjanna og bara út frá greinum sem ég hef verið að lesa, það er hugtak sem ég hef verið að reyna að þýða sem er svolítið erfitt, sem er svolítið notað núna, það er svona statecraft
þar að segja það að nýta afl uppbyggingar, sko það eiginlega meira en ríkisins, þetta svona almennings. Já, að sko, og það þannig, þú veist, ég meina Trump notar Make America Great Again og hann dælir penningum úr ríkissjóði til að styðja við, og Biden hélt áfram að styðja við uppbyggingu á verksmiðjum fyrir örgjörfa sem voru allir gerðir í Tævan, þú veist, til að fá heim aftur verksmiðjum sem fóru á tímum frídmannismans, nýfrjálshyggjunnar og alþjóðavæðingarnar, og þannig en sko, og svo vill hann byggja upp hérna rafbíla og setja tolla á aðra. Ég meina, og þetta, við sjáum þetta líka í Evrópu. Það var að byggja risa batteríverksmiðju í Norður Svíþjóð fyrir rafmagnsbíla. Svo reyndar hún kannski að fara á hausinn núna, sko, af því að það var, sko, og svo náttúrulega kemur flækingin af stríðshelvítinu líka, sko, af því þar fara menn, þá sérðu í raun og veru þennan kraft sem kemur úr ríkinu. Þegar það kemur ógnað utan með innrás, að þá nú heldur betur hægt að setja nóg í að byggja hér upp, sko, öflug að verksmiðju komplexa eða þekkingariðina til að búa til dróna sem að geta skotið hérna í hausinn á fólki. Þú veist, það alveg það ekkert verið að spara, það ekkert aðhaldsstefna þar. Það sko algjörlega öfugt við það. Þannig að það sýnir, alveg eins og COVID sýndi okkur, hvernig þegar áreinir, þá var það nú aðeins í hérna skárið, þó hún sé bölvanleg, og sem sagt veirunar, og þá var hægt, og þar aftur hérna eins mikið, og mér nú illa við Trump, að þá verður samt að ef maður að meta verkin og gerðirnar, ég meina það var, og þetta var ekkert hann, það var náttúrulega allt apparat ríkisstjórnarinnar og stofnana strúktúr Bandaríkjanna sem greip þar inn í og gerði það að verkum að það var dælt penningum úr ríkissjóði í að þróa lyf sem tókst að gera miklu hraðar en áður og dreifa. Þú veist, þannig að það svona dæmum hvað hægt að byggja upp, alveg eins og bara Kennedy með tunglferðinar eða þegar sko, háskólakerfi í Bandaríkjunum í raun og veru byggt upp eftir. En það svona raunverulega skapandi sósíalismi með skapandi markaðshyggju einhvern veginn. Eða, það eitthvað svona tilraun hjá Trump hlut af því, en svo hann væntanlega í mótsögn. Sko, ef við klárum aðeins, sko, Biden tók við fyrst og þá heldur hann áfram og fer í, þú veist, verðbólgubaráttu sem í raun og veru umhverfis baráttan hans og það kerfi var hann til að vera Trump-proof, þar að segja, það var aftur kerfinu, ekki bara Biden sjálfum, þannig að sko, þar eru fyrirtækin að fá svo mikinn styrk til grænvæðingar úr ríkissjóði að það örugt að það verður ekki snúið af þeirri braut að því þá munum bara fyrirtæki eigandunni kvarta við Trump, sko. En það sem að Trump 2 kemur með núna, að það í raun og veru bara tækni gaurarnir, milljarðamæringarnir sem eiga að fara í að gera niðurskurðinn, og maður sér þessu nú hampað ef maður gluggar í Morgunblaðið, þetta þykir nú heldur betur flott, Elon Musk og hinn vinnur hans þannig sem eru með niðurskurðarráðuneytið og ef maður skoða tölunar þá þýðir þetta að það eiga sko segja upp 20% opinberra starfsmanna sem að mun ekkert vera hægt og trá þessu sem var notað orðið í Atlantikgreinum djúpríkið, þar sé að ríkiskerfið stendur gegn því en þarna samt sko það sem við sjáum breytingar vera að byrja áframhaldandi breytingaþróunina áfram inn í næsta ár sem við vitum bara alls ekki hvernig mun þróast og leiðast af því að sko, við vitum þó á sögunni að tollauppbyggingin mun valda verðbólgu heima fyrir að því það verður dýrara og mun valda sko, minni velsæld í heildina þegar hver og einn fyrir að loka sig af að því við við björguðum okkur frá því að fara í heimskreppu eftir 2008. Við gerðum ekki sömu mistöku eftir 1929. Þannig að, þú veist, en hins vegar kerfisþróunin, hún bara, þá nú erum við komin yfir í annan þátt, þú veist, hún náttúrulega veldi Kína, Rússlandsstríðið, Indland, þú veist, það samhengi heimskerfisins sem í gífurlegri þróun, en til að tengja það aftur hingað heim í upp af þáttanins að það svo skringilegt að fylgjast með umræðinu hér fyrir kosninga, það sem í raun og veru ekkert. Meiri segja, sko, Evrópumálin sem ættu nú að geta verið umræðupunktur í þessum kosningum alveg eins og
Finnar og Svíar þurftu það ekki einu sinni gegnum kosningar, þeir bara tóku umræðan NATO og afgreitu hana á 1,5 ári og gengu í NATO að því það komið þessi í drjókn og aðstæður sem kölluðu á það en við hér einhvern veginn erum að verða aftur þessi eyja út í hafi í ógnvekjandi heimi með gífurlegum tækni breytingum og við sjáum bara eitthvað kínverskt skip í Eystrasaltinu og það verður að klippa víra, þú veist, við erum vitum ekkert hvað Trump dettur í huga að gera með varnarsamningin við Ísland, þú veist, við sjáum NATO og þróun á Sameinuðu þjóðunum bara hvernig fer með bæði í Gaza og Úkraínu, þú veist, þannig við erum bara að tala hérna eins og þetta sé nú bara einhverjar eins og hverjar aðra kosningar og ef maður horfir á silfrið eins og á mánudaginn þá bara verið að tala hvað þessi skemmtileg kosningar bara á það og öllum finnst bara hérna frábært að fyrrum forsætisráðherra þjóðarinnar sé í einhverjum svona eineltisleikin í einhverjum menntaskóla eins og hann sé einhver leikskóla þú veist og bara þetta bara flott Instagram-efni og bara allir rosa hressir í silfrinu að tala hvað þetta sé skemmtileg kosningar bara á það en ég ekki alveg að sjá hvernig menn ætla að stýra efnahag í þessu landi út úr þeirri erfiðu stöðu sem við erum í og sem við erum búin að vera að komast í hægfara svona lestarslys uppbyggingu að mér finnst að því að margt af þessu hef ég gagnrýnt í greinaskrifum í vísbendingu síðastliðin 2-3 ár að stefni í að því að umræðan einhvern veginn það má ekki vera að tala niður eða það má ekki vera að gagnrýna of mikið og þá hérna þetta og jú vissulega við höfum reddast í gegnum ýmislegt við redduðumst voðalega vel í gegnum fjármálahrunið útlendingar borguðu megnið við redduðumst líka voðalega vel í gegnum COVID það sprakk ekki Landspítalinn þó við höfum ekki verið búin að byggja þennan nýja sem átti að byggja held ég fyrst 2006 og er búið að vera eiga að byggja við erum alltaf áratugi að gera eitthvað svona sem önnur lönd bara gera því það verður að gera það. Meira sér Ölfusábrú, hún getur hrunið bara áður en við erum búin að byggja nýja. En það ekki samt þannig við reddumst þar að segja, það nú einhver svona hagstjórn þá, niðurskurðar en líka einhver ég ætla að taka aftur eitthvað hjá Trump sé einhver skapandi sósíalismi, ég meinti það nú ekki en ég meinti nú að það sé að það væri þó einhver sem sagt einhver svona byggðastefna, einhver hugsun að vera ekki bara í niðurskurðinum sem hann kannski selur sig með en síðan kemur síðan hitt á daginn en ég hugsun þetta þessi niðurskurður þegar það ekki bara niðurskurður í COVID En fá við ekki bara í hausinn núna? Það ekki svolítið, erum við ekki bara byrjuð að fá það í hausinn? Það var ekki, að því að það var ekki einhvern undantekningi sem sannaði regluna, en ekki raunverulega ný hugmyndafræði eða ný stjórn. Jú, að því við redduðumst að þá í raun og veru bara var mörgu frestað, þú veist, sama eins og hérna Ölfusábrún aftur, ég meina, hún ekki enda á hruninu og þá höldum við að við getum hérna ein fjárlög enn eða eina vegaáætlun enn beðið með það því við þurfum að nota penningina og svo hún allt í hennu 120 ára og svo hún allt í hennu bara hérna sko sem bara svona symbolík en nákvæmlega þetta atriði eiginlega til að snerta sko síðasta stóra punktinn sem við höfum ekki sem ætti að vera stóra málið í kosningabaráttunni líka náttúrulega loftslagsmálið. Já. Sko sem að þessi stríðshelviti truflaði raun og veru allan heim en sko þar þó allavega alveg skýrt í hinni alþjóðlegu umræðu ef við gerum ekki núna það sem verður að gera, draga úr losun, byggja upp, þú veist, allt sem allir vita í raun og veru, nema einhverjir, nokkrir flokkar þannig trú ekki á loftslagsbreytingarnar ennþá, en sem sagt, ef að það bara vonað að það myndi reddast eða beðið aðeins lengur að því við þurfum að nota penningin svo margt annað, þá verður það miklu dýrara, sko bara á þarnæsta ári, þú veist, þannig að aftur þarna kallar það á algjörlega endur uppstokkun á sko hugmyndafræðinni og það kallar á þennan statecraft þar sé að ríkið þarf að sko stíga inn af afli hvernig á að gera hlutina og ég meina og svo erum við með þetta mini eldgost þannig ofan á allt og það flæða einhverju miljardar að byggja varnargarða af hverju hérna að því ég fékk nú þennan bolla þú veist af hverju það eðlilegt og engin umræð það á hvaða tímapunkti, hvaða eiga margir miljardar að fara úr ríkissjóði til að verja orkuveri í einkaeign og baðstaði í einkaeign
áður en að það á að fara að tala af einhverju alvöru að viti hvenar, ég ekki að tala endilega að þurfa að þjóðvæða það, en þessi orkuveita var náttúrulega einkavædd. Og hún er varin að því að notendurinn þurfa að fá það. En hvað á eiga flæða milljarðar úr ríkissjóði til að verja þá eign, til að þeir geti síðan tekið arðinn sinn út í milljörðum að því að selja heitavatn úr þessu. Í eðlilegu umhverfi og eðlilegu landi væri umræði og debatt þetta. Og saman allir loftslagsmálin, þetta kemur inn á orkumálin, sem alltaf bara þessi skortsugsur og við þurfum að virkja meira, sem bara fyrsta lagi búið þannig að það er ekki svo, en í öðru lagi ef maður geti þá treyst til dæmis að þessi arðurinn af þessum virkjunum færi ekki bara í vasa einkaaðila, sem þannig eru áform stjórnvalda, og líka auðvitað í loftslagsmálunum að þá eru Íslendingar ekki, þeir eru á móti því að lögfesta markmið og þeir eru á móti því að skattleggja stórfyrirtæki til þess að búa til einhvers konar ramma og eftirlit með og þetta bara eitthvað svo, mann finnst þetta svo mikil afneitun og raunverulega blekking að ef þú ætlar ekki að skattleggja, þannig að bara mér tekur það þurfi bara að vera alveg hreinu hvað á að skattleggja þetta sé ekki spurningu minni skatt eða meiri, heldur bara hvað. Og þarna við þurfum eiginlega að komast nokkur skref til að síðan komast þangað af því að það ég meina það sem við sjáum svo við fyrir aðeins aftur í Trump aftur, ég meina hann komið með þessa gaurað hann inn sem eru á móti ríkinu og eru að fara að skera niður, en þeir fá í stuðningur ríkinu í sín fyrirtæki, þetta SpaceX og allt mögulegt í gegnum COVID og líka eftir það í tækniþróun, milljarða bandaríkjadala og meira heldur en til dæmis National Public Radio, ríkisútvarpi í Bandaríkjum, og þeir eru raun og veru bara búin að taka yfir völdin og þetta eiginlega, eigum við þá ekki bara að gera forstjóra HS Orku að umhverfisráðherra, forstjóran í Samherja að sjávarútvegsráðherra, forstjóran í Hval að, ég meina, það er einhvern veginn hreinlegra heldur en það sé að vera að setja einhverja ígildingsleppi þarna sem passu upp á að þeir muni fá aðgang upp á hálendi til að byggja einhverja vindmyllur sem síðan ríkið þarf að hreinsa upp allt plastið sem hreinur úr þeim og þær, og svo fara þær í að selja orku í einhver gagnaver sem eru grafið í Bitcoin sem mun aftur svo ég vísi í Bloomberg ríkur upp út af Trump en ógnin að verða næsta fjármálakrísa mjög auðveldlega og ætlum við í alvörunni að láta bara nota ríkissjóðin í það og styrkja til dæmis þá þessi fyrirtæki sem verða fyrir tapi af því að eldgosi fór yfir baðlónið þeirra og eiga þau að fá bara úr ríkissjóði allan framtíðar hagnaðin sem þau hefðu fengið ef það ekki komið eldgos. Ég meina, hvers konar rugl samfélag erum við komin í ef að það er hugmyndin en við getum ekki byggt, 200 rúma hjúkrunarheimil á nokkrum stöðum eða haft opið 2 klukktíma lengur í sundi því að við erum í svo miklum niðurskurði, við þurfum að gæta útgjöldunum Ég kalla nú bara eftir einmitt fleiri hagfræðingum til þess að bara líka túlka þetta fyrir okkur, hvað þýða þessi loforð eins og segir, hvað reikna út eins og við erum búin með tíman okkar en ég allavega las mig í gegnum skattastefnu sósíalistaflokksins, mann leyfir sér að vera bara svona hlutdrægur rétt fyrir kosningar að þar allavega er mjög spennandi finnst mér ný hugsun sem er ekki einhver gömul sovjet hugsun að láta ríki bara gleypa almenning, heldur einmitt bara að nota skatta sem til að efla raunverulega vera skattleggja ekki lítil fyrirtæki, einstaklinga, örva einstaklinga til þess en að skattleggja þessa risa auðhringi, mér finnst bara einhvern veginn þetta orðið svona eins og einhver frasi bara vald auðhringjana en það vald þeirra orðið stórfyrirtækjana og auðhringjana orðið, það ekki rétt? Það orðið rosalega mikið í
bara stundum meira heldur en ríkisvaldsins. Jú, og það það sem við erum raun og veru að sjá aftur svo ég fari í Bandaríkin og nýju ríkisstjórnina þar á næsta ári, sko, og ég aftur að vísi bara fjallanir í Bloomberg og Atlantic og svona alþjóðlegum stórum miðlum. Þetta það sem í deiglunni þar úti núna og hvernig útkoma verður. Hér sko ég náttúrulega ekki í pólitíkin heldur í fjölmiðlunum þannig að þú færði mikið til að draga Nei, ég bara segja mér svo hissa sé ekki samt fleiri flokkar sem eru með dálítið svona opinskáa og eitthvað plan í einhvern annan valkost. Já, algjörlega og síðan líka kalla ég eftir þá einhverjum kollegum mínum úr að því ég var nú í akademíinu og þeir sem eru þá hagfræðingar eða fjármálafræðingar að þeir verða einhvern veginn að stíga inn í bara eins og við vorum með í COVID einhverja líðtölfræðinga eða smittsjúkdómalækna allt í einu komna inn í umræðuna því við erum í þannig ástandi núna en það eins og að það sé bara enginn vill þar ógna valdhöfum, sitjandi valdhöfum eða tilvonandi valdhöfum og jafnvel lamestream miðlanir sem ég var að kalla núna og eftir mainstreamsmiðlanir sem vilja heldur ekki styggja neitt heldur bara hafa skemmtilega umræðu og sko en þetta náttúrulega punktur núna eftir 3 daga sem sko það sem að stjórnmálin þurfa að standa reikningsskil gjörða sína og menn það náttúrulega að halda mönnum sko láta menn standa fyrir gjörðir sínar og þeir eiga að fá útkomu með við það en við verðum aðeins að vita hvað við erum að þá velja í staðin úr hverju að velja og hvað við erum að fá í staðin og þá kannski í svona stuttum kosningum snýsta einhverju leyti fólk og trausti og hverju maður treystir best til að leiða okkur áfram í gegnum það og draga saman einhvern hóp til þess en það verður held ég að vera sko á dýpri grunni en þetta sé alltaf koma og að því að vextir lækkuðu úr 9,25 í 9 og svo meira sé alveg niður í 8,5 að þá séum við nú bara alveg að vinna bug og verðbólgun sem ennþá 5%. Svo bankarnir bara atvinnuleysi 5%, hagvöxturinn 0, þetta væri bara sko forsíðu efni eins og frá Þýskalandi núna bara virkilega alvarlegt ástand og þar með ætti náttúrulega ef þetta á að ef við ætlum ekki að fara aftur inn í tímabili eins og var hér áður fyrir þessi 7 ár sem voru að það verði svo erfitt að kljást við máluna það verði stöðugt að springa upp stjórnarsamstarfi að því það heldur ekki gott í svona ástandi en ég bara svona kalla eftir að umræðinu sé, ég veit ekki komur að lyfta upp á aðeins herra plan en að sé kafað aðeins dýpara í raunverulega vanda, úrræði, ástæður, tölur og því þetta mjög svona ískygilegt ástand hér á landi í efnahagsmálunum og sko rosalega óstabilt ástand í heiminum út frá bæði byltingu kerfana, alþjóðakerfisins, alþjóðaviðskiptakerfisins, alþjóðafjármálakerfisins í viðbót við hervanna og umhverfisvanna. Þannig að sem ég segja að borga sér þá ekki vera að skipta hugmyndafræði í miðri á en raunverulega við erum eiginlega sokkin sko þannig að það bara eiginlega verðum að skipta einhverju hugmyndafræði en við erum búin með okkar tíma í dag kæra þakkir fyrir að koma það alltaf gaman að ræða við þig meiri sem fjármál sko. Já, takk fyrir spjallið, það gaman að koma. Ásgeir Brynjar Torfason, hagfræðingur og ritstjóri vísbendingar og fastagestur hérna við Rauðaborðið. Það verður nú að geta þess líka að það komu Indriði Þorláksson og fleiri hafa nú komið hérna, hafa komið hérna til að ræða skömmu fyrir kosningar en það rétt, það vantar svo við virkilega þurfum á hérna meiri og upplýstari umræðu efnahagsmál. Gott þú nefndir Indriða því hann var með grein bæði í heimildinni og í vísbendingu skattamálin en hann nánast svona sá eini úr hagfræðingastétt sem talar skatta. Stefán Ólafsson, professor líka en þetta það nóg efni til að vinna úr en pólitíkin þarf að taka einhvern veginn það til djúprar umræðu. Og hlustendum og áhorfendum þakka ég fyrir að fylgja okkur vonandi eftir í þessu spjalli og vonandi höfum við svona, opna vakið spurningar. Ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að senda okkur út til ykkar, út í heiminn og
bið ykkur að bara fara ekki langt að því við höldum áfram að ræða samfélag okkar hérna rétt eftir 4 mínútur. Takk fyrir. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.